framhaldsleikritið Radíusbræður leysa vandann. 4. þáttur, ástir og örlög á Ásakaffi. Í síðasta þætti fundu þeir Radíusbræður ásamt sínum digga förunauti, hundinum Trygg, rotnandi sel og hesthræ. Eins og sönnum rannsóknar lögregludrengjum sæmir fóru þeir rakleittir sýslumannsins á Grundarfirði, Jóa Lár, og tilkynntu fundinn. Jói Lár gerði sér strax grein fyrir því að hér var flókið sakamál að ræða sem honum var ofvið að leysa og fól hinum fræknu Radíusbræðrum að ráða lyktum þessara dularfullu ráðgátu. Radíusbræður hefja þegar rannsókn málsins og spyrja Jóa Lár hvort hann viti hver hafi gert þetta. Ekki nema það væri Guðmundur á Hóli sem býr þarna í grenndinni. Já, eða Siggi á Grund sem býr líka þarna rétt hjá. Nú eins gæti hins ekki verið Jón á Ósi sem býr líka þarna rétt hjá. Nema það sé Helgi hest og sela, en hræin liggja einmitt í túnfætinum hjá honum. Radíusbræður komast að því að viðurnefnið hesta og sela stytting á hesta og sela morðingi. Síðan hefja þeir rannsókn málsins og taka fyrst hús á Guðmund á Hóli þar sem hann að bera skít á tún sín. Þeim þykir hann meirinn lítið grunnsamlegur þar sem hann fór undan í flæmingi og talaði eins og Guðbergur Bergsson. Það sem okkur ber niður nú eru Radíusbræður að renna í hlaðið að Grund í bifreið sinni radíusbílnum. Sigurður bóndi úti við að bera skít á túnin. Skrítið? Það allir að bera skíta á túninina? Gera þeir ekki annað í sveitinni? Jú, Dafni minn, en nú einmitt sá tími ársins að skítburður tíðkast. Sæll, Sigurður á Grund. Sæll og sæll, sælir eru fátækir því þeir munu Guðsríki erfa. Já, það nú reyndar sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Ríkið er nú ríki á Ólafsvík. Já, ég myndi nú valla kalla það ríki. Sko, þetta er upphafsorð fjallræðunar, Matteus 5.5. 5.5, ég er nú öll símanúmer í höfuðstænum farin að byrja á þessum ósköpum. Sigurður, svo ég komi nú beint að efninu. Veistu einhverja sem hafi verið að drepa hesta og seli nýlega? Veit og veit, hvað veit maður? Þá fyrst er maðurinn vitur að hann veit hvað hann veit lítið. Sókrates. Hefur þú drepið einhverja hesta eða seli nýlega, Sigurður? Já, hvenær drepur maður sel og hvenær drepur maður ekki sel? Nú, maður drepur sel þegar maður drepur sel og ef maður drepur ekki sel, þá drepur maður ekki sel. Svarar þetta spurningunni? Já, þegar að stórt er spurt, er oft fátt svör. Sko, okkur hefur verið falið hér að leysa flókið sakamál og þú svarar okkur bara með útúrsnúningi og skætingi. Veistu hverju við erum? Veistu það? Við erum Radíusbræður, frægir skemmtikraftar að sunnan og leynilögregludrengir. Tala bara í gátum. Við skulum sko sýna þér hvað Davíð keypti ölin. Öl og öl. Hafðu þetta helvítis véfrétt þín. Já, og þetta. Spýttan drengur. Spýttan drengur. Spýttan. Hafðu þetta. Radíusbræður lú berja nú Sigga á Grund sem létt verk og löðurmannlegt því Siggi er ekkert unglamb lengur og heilsan farin að gefa sig. Þeir skilja tínandi gamalmennið eftir þar sem það liggur í keng í skítnum sem var ætlað að bera á tún sín og halda rakleitt niður á Ósi þar sem þeir ætla að ná tali af Jóni sem þar býr. Þeir brjóta ákaft heilan þetta flókna sakamál því hafi Guðmundur á Hóli þótt grunnsamlegur var Sigurður ekki ólíklegri til að hafa framið voðaverkið. Þá eigum við aðeins eftir að yfirheyra 2 og enn erum við engu nærsteini. Þeir fóru báðir undan í fæningi. Ég vona bara að þessi Jón á Hóli sé ekki jafn slóttugur og þessir 2. Heyrðu, við nú komnir. Já. Radíusbræður koma nú í hlaðið að Hóli þar sem Jón er að bera skít á tún sín. Sæll Jón á Hóli. Þú ert að bera skít á túnin. Sælir, Radíusbræður, ég hef heyrt mikið af ykkur látið og talað fallega ykkur. En þið eru jafnvel enn myndarlegri en eru þetta órað fyrir. Já, það? Hverjir hafa verið að tala okkur við þig, Jón? Þið eru alltaf í blöðunum, hverjir voru hvar og svona, má ekki bjóða ykkur í hlið? Jú takk, það er vel boðið. Já, takk. Jón gengur ná undan þeim heimað Hóli og sveiflar í mjöðmónum þokkafullt að Radíusbræður get ekki slitið augun af baksvipnum á Jóni. Þegar inn komið setjast þeir við eldhúsborðið og Jón færir þeim te.
Gjörið svo vel, Radíusbræður, og hafið mig afsakaðan á meðan ég fer í eitthvað þægilegra og... Ansi snottur þessi Jón. Já, ansi sætur. Sástu svalirnar á bóndanum? Já, ég komst nú ekki hjá því að veita því athygli að það var eins og blár vinnusamfestingurinn væri að springa utan af barmið hans. Já, ég var bara að segja að ég hef aldrei séð bónda svona vaxinn áður. Nei. Né vissi ég að bændur legðu það í vana sinna að vera með varalit og kynnalit við bústörfin. Nei. Jón kemur nú aftur og þá íklæddur bleikum baðsloppi með blúndum. Jæja, Radíusbræður, hvað liggur ykkur nú á hjarta? Okkur hefur verið falið að ráða lyktum dularfull sakamáls, Jón minn góður. Já, veist þú eitthvað dularfullt hesta og seladrá sem átti hefur sér stað í sveitinni nýverið? Nei, ég kem alveg að fjöllum. Nú, jæja. Þannig þá ekki lengra? Nei, ég afsakaði bara ónaðið, Jón minn, og... Ætli að fara strax, má ég ekki sýna ykkur bæinn? Jú, það væri nú gaman. Já, endilega. Fylgjum mér. Já. Hér nú búrið. Já. Og hér fyrir innan svefnherbergið. Já. Ljómandi snóturt hjá þér, allt svona bleikmálað. Já, og í loftinu er stór spegill beint fyrir ofan tvíbreitt vassrúmið með blúndu sængurverinu á. Og þessi daufa rauða lýsing, mjög notaleg. Já, mjög notaleg. Byrju þessi rofi hér á rúminu, til hvers? Rúmið fyrir alltaf nötra. Þetta er best að sleppa bara á þessu. Missi ég ekki niður með sloppinn og stend hér allsber, beint fyrir framan ykkur. Og detti ég ekki aftur fyrir mig í rúmið og ligg hér kviknakin á bakinu í rúminu. Þetta er vandræðalegt, Davíð. Nei, Steini, síður en svo. Það er nefnilega eins og mig var farið að gruna. Jón bóndi er ekki maður. Jón bóndi er kona. Sjáðu! Já, það er satt, ég sé það núna. Eigum við ekki að hjálpa þér á fætur, Jón? Nei, það er óþarfi. Fylgið þið datt á þig. Jón, eitt inni fyrir þeirra saman að ég fara aðeins úr. Radíusbræður dvelja nú í góðu yfirlæti og hóli þann dag allan og fram á næsta morgun. Lá rannsókn málsins niðri á meðan af þeim sökum. Morgunin eftir vakna Radíusbræður við það að Jón og Hóli færi þeim morgunverð í rúmið. Egg og beikon, heitt te og ávaxtasafa, ristabrauð og marmelaði, músli og súrmjólk, nýbakaða kanilsnúða og heilhveiti horn með rækjusalati, 2 rjúkandi hangikjötslæri og svið. Það fór svona góðan átla, næringaríkan stað, góða morgunverðnar. Við skiljum við Radíusbræður þar sem þeir taka hraustlega til matar síns enda ekki vanþörf á eftir erfiði næturinnar. Nú eiga þeir bara eftir að yfirheyra þann síðasta í hópi hina grunuðu, helga, hesta og selamorðingja. Hvað þeim fer í milli og hver bændanna 4 er hinn seki kemur í ljós í næsta þætti. Fylgist spennt með 5. þætti framhaldsleikritsins Radíusbræður leysa vandann. Uppgjör undir kirkjufellið.